Þegar ég segi 11. september 2015 og það maður hroll. Já, það er alltaf verið að minna mann á það hérna á FM 957 kamera og gamall. En já, klukkan er orðin 4, Mötley Crüe á fónunum og FM 95 Blöð hafið, göngu sína þennan föstudaginn. Hárrétt, já. Auðvitað Blöndal heiti ég og sit hérna í mínu sæti og beint á móti með sitja nú tveir menn sem eru oftast í sömu sætum. Reyndar vantaði annað þeirra fyrir viku síðan. Hann var að styðja landsliðið og ég ætla að byrja á honum. Egill Einarsson, velkomin aftur. Takk að þér. Hvernig hefur það? Ég hef líklega ekki verið betri. Aldrei? Ég held ekki. Það er gott að heyra. Snýr. Nú ert þú að vera alveg hreinskilinn. Já. Þú fóst og eldi landsliðið til Amsterdam. Já. Og komst ekki hérna. Fékkstu þér Space Kick? Við viljum vita það. Ég fekk bara ekki Space Cake. Skeit með það. Það er ekki bara ágætt. Það er ykkur að Space Cake. En hérna, já, ég vil fá hreinskilisvar. Hvað varstu lengi að jafna þetta ferðina? Hvenær í vikunni varstu orðin góður? Af því ég veit að þú varst þarna frá miðvikudegi til sunnudags. Og ég var orðin 100% í gær. Í gær, á 50 100%. Þannig að við erum að tala um þunnur, sunnudag, mánudag, þriðjudag, miðvikudag. Það satt í manni svona? Já, svona smá. Þetta er Vegas í Evrópu. Þetta er Amsterdam. Já, það er erfitt að fara til nokkra daga. Það er erfitt að fara í nokkra daga og koma heim og jafna sér strax. Þú þarft 4-5 daga eftir Amsterdam. Helviti hart fram á 50 dag samt. En ég er ánægður með það. Og er það svo nýr hérna í dag? Já, það er bara, Mike félaginn minn, hann bókaði þetta út. Hann bókaði miðsunn, ekki miðfö sem svo flestir. Þannig að maður ætti bara að taka þetta á sig og maður sótti 3 púnta. Tók hann þetta á sig, Mike? Tók hann alla dagana líka? Já, nei, reyndar, hann skeit síðasta. Já. Hann lá hann bara upp í fórstellingunni fyrir rúmið og taka það. Og lögðu þetta skönda. Hann var násur á miðvikudaginn. Já. Steindi, hvernig er þú? Ég er fróandi góður og ég er fyllandi fínn. Nei, ekki? Jó, ég er rosalega fínn í dag. Já, og tilbúin í þetta? Ég er klár. Já. Mjög klár. Eitthvað að frétta? Svona aðalega kannski úr slúðurheimum. Já, það er íslensk slúður í dag. Já, það er brakandi fest í dag og það er búið að nóg að gerast í dag. Það er búið að fá mikið að tölvupóstum, ég er búið að fá mikið að skilabóðum hér og þar á samskiptamölum, búið að kvísla mér út í búð og fleira. Hvað tengir slúðurinn svona í dag? Hvað er heitast í mólinu okkar? Hvað fjallar hann? Það er, ætli ég verði ekki að gefa það upp, það er íslenska landslið í dag. Íslenska landslið? Já, það er meðlumur í landsliðinu sem ég ætla bara að orða þetta snirtilega, hann skeitt á sig. Á sunnudaginu með? Já, eftir Kazakstan. Nú bara einhvern meðlumur? Já, aðalega. Ég meina, mátt einhvern tíma skýta á það. Algjörlega, og ég er ekki hér til að dæma, ég er ekki í dómarastólum, ég er bara að segja frá og svona, en já, það er krassandi í dag slúri, það er bara slúri. Og af einum landsliðsmanni? Já, svona, já, einmitt, það er svona helst í slúrinu, það er hann. Ok, við erum ekki bara með íslensk slúður í dag, við erum með, gamla og góða liði og nýja, við erum með kortmyndur frekar, við erum með sturlaða staðreyndir á sínum stað, staðarugli með Pétur Jóhanni, það er, við verðist vera komið til að vera. Já. Það er allavega í þriðja sinn sem að fyrir það. Þroskar og flottu dagskrárliður. Hver man ekki eftir því þegar hann hringdi í kassagerðina og tók káið í burt og bætti við erri? Já, virkilega skemmtilegt. Svo erum við með sofa hjá, giftast, drepa. Íslensk slúður eins og hann kom inn á. Hér stendur líka með stöfum eins og 6 ára krakki að við skrifa það. Spurningakeppni Gils. Þannig hún er greinilega á sínum stað. Bittu, ok. Hvað var áttu síðast? Síðasta jamkongurinn eða ekki? Nei, það var síðast var King of the Bedroom. King of the Bedroom, já. Sem betur fyrir tapaði ég því. Undan því var Heimsborgarinn, síðan var King of Partying. Þú er búin að vera með 4-5 alveg. Og King of the Gays var líka munið. Já, er ekki undir búin að segja allar sem kjörnir? Nei, þú varst jamkongurinn. Var ég jamkongurinn? Ég held ekki. Það kemur náttúrulega engum á orð. En hvað erum við að vinna með í dag? Nú er það King of Romance. King of Romance? Já, hvað er romantískar? Já. Ég hlakka til að sjá. Ég ætla bara að segja það hreint út Egill strax. Ég ætla bara að hreinskilin, ég er alltaf hreinskilin út af hennu. Ég er ekki það romantískur. Ekki? Ég vill rosa mikið verða og svona, ég bara er ekki nógu duglegur. Kannski kemur þau sjálf á óvart eftir. Já, það kannski ertu í raun romantískur. Egill er allavega að fara að koma að staði. Hann er búin að búa til spurningakeppni. Þetta er allavega keppni sem ég var til að vinna í dag. Já, þetta er strax skarra heldur en að vera King of the Bedroom eða King of the Partying. Ég veit ekki hvað er búið að heita allt þetta. Það er hárrétt. Þannig að Egill er með sína spurningakeppni og svo fer Pétur Jóhann líka í karakterin sinn fyrirgeðu hvað ég hringi seint, sem er nú að verða svona einn af mínum uppáhalds. Þannig að hann er líka á sínum stað eins og heyrið kæri hlustendur, það er föstudagskvöld, það er, fólk er á leiðin á Oktoberfest, það er haustfagnaðarstöð á 2 á eftir, það er eitthvað hressandi í loftinu og ég átti að minna sérstaklega það að Jón Jónsson byrjar 8:30 í kvöld á Oktoberfest, það er búið að færa hann, þannig að
fyrir, þá sem á leiðinu þangað, þá byrjar Jón Jónsson 8:30, ekki láta okkur vanta. Í FM 95 blöðum á FM 957, eitt gammalt og gott hérna með, þessum Prins Popsins, en það komið að slúðri hérna. Ég mikill Justin Bieber maður. Þetta Justin Timberlake. Já, sorry, mér fannst þess að ég var ekki að hlusta á lagið. Nei, einmitt, mákátt rosalega Justin Bieber. En ég mikill Justin Bieber maður. Þú ert ekki svona að grínast, þú veist ekkert þetta. Jó, hvað meinar? Ég var ekki með headphone á mér. Ég held að það hefði sagt Justin Bieber. Það heyrðist hérna allt stúdíóið, hvað vorum að hlusta á? Nei, hvað varst að hlusta á? En hann var í svona eigin heimi, hann var í steindaheiminum. Já, sem að gerist oft. Það bannað dæmi, ég held að var þú étuð í ren, eða hvað kallar það? Já, ég et mig í ren, það svona á nóttinni. Ég vakna oft, þá er ég bara með milsnur á bringunni. Bara sopnar út frá mat. Já. Það er rosalega skrítist. En ég er að bíða rosalega spenntur eftir nýju stöfi frá Justin Bieber, því ég held að vera að spila. Já, ég er enda að spila nýjasta lagi hans hérna eftir, What Do You Mean? Já, þá peppast ég allir upp. Glæsilegt. En gaman að vita á sig Justin Bieber maður þegar Justin Timberlake er undir. En ég ætla að byrja að slúðra hérna á Þetta var þetta skita, ég veit ekki nefn. Kim Kardashian og Kanye West. Ok. Þetta er gert fyrir þig, komin hérna aftur heim frá Amsterdam og ég vissum þið vilja eitthvað svona slúður. Ok. Það er allt í vollið þar. Kannski vissi það, fylgjast með þessu sjálfur. Já, ég satt og ég datti, fór smá frí. Kim Kardashian er brjálu, hún er náttúrulega ólétt og það eru, sögursagnir í gangi að Kanye West hafi verið að hitta fyrrverandi. Hún er verið að fara á bakvið hana. Egil er hann skreppu til Amsterdam í 4-5 daga. Já, fyrir allt til helvitis. Og það er allt til helvitis, hún er ólétt, hún er brjáluð og Kanye West að hitta fyrrverandi. Já. En þetta er mynd af Kanye að hitta fyrrverandi? Nei, það er ekki sem ég sé. Það væri að kalla þetta horseshit. Já, þá er þetta horseshit. Þú vilt, það er bara að verður að staðfesta með mynd. Nei, hann er eldur út allt, hann er paparazzi hvert sem hann fer. Ef hann hefur hitta fyrrverandi, heldur það ekki nást á kameru. Alveg svo það greið Patrick Schwarzenegger fekk 1 putta á bakið á sér í sekundubrót. Já. Og hann það er alveg ótrúlega að velja hann að Patrick Schwarzenegger. Það er bara topp náðingi. Ég er mjög hrifinn á hann. Já, hvað heitir áttu myndin sem hann að fara að leggja í? Það var þetta Firefighters vs. Zombies. Það er mjög virt mynd sem hann að fara að leggja í. Er productionu búið á henni? Ég vil lofa því að ef hún kemur í bíó hérna þá verð ég fyrsti maður sem mæti. En stráka, muni eftir Firefighters vs. Zombies. Hvað hét aftur slúðublaðið sem var hérna heilengi? Hér og nú? Hér og nú, akkurat. Það var svona blað sem var með svona smá bad intentions, vitið hvað ég við? Já. Ef það var ennþá og þú myndir rekast kannski á fyrrverandi annarkur ykkar í Netto eða út í búð og bara svona aðeins bara svona nei hæ, hvað er að frétta, já gaman að segja klappinu svona kiss á kinn eða eitthvað? Jafnvel kiss á kinn, bara vinir og svona þá er það út allt og forsíðuna hér og nú og blöð að hitta fyrirverandi og allt. Það er ekkert svona í Íslandi. Nei, ef það væri sko, þá væri það þar sko. Ok, já reynda, það var svona pínu átt að vera svona. Kanye hefði getið bara mætt henni í málinu. Kanye var ekki að gera neitt. Já sko, nei, það er enga bindir að þeim að vera faðmast henni. Það er bara að tala um að hann sé búin að vera að hitta hann. Þetta er bara horseshit. Já, það segir Egil, þetta sé horseshit. Svo er það Hulk Hogan. Hann var að fá nýjan risa samning við svona veðmála síðan. Þetta er svo ég get ekki. Ég verða að stoppa slúður eða núna verða ég að spyrja ykkur sko, með Hulk Hogan. Já. Hvað er að gerast þar? Ég veit það ekki. Ekki neitt heldur. Hvað er þetta? Einhver rasist að koma um daginn. Hvað er hann? Er hann wrestling? Ennþá í wrestling? Það er ennorðið daginn. Og þá rekin úr wrestling, þetta er bara einhver aumingi. Akkur ekki bara taka hann alveg úr umfram? Það er alveg að taka mannin að lífi. Hún gerði mistök og kannski hver veit nefnir til bara toppmaður. Þú hendur ekki ennorðið bara fyrir mistök. Kannski vera reiður og þú er oft kallað með eitthvað styrra drasl þú brjálaður. Já, það er allt annað. Sér það eftir rétt og eftir. Já, það er allt annað. Þú stendu oft kallað þið styrra drasl og sér svo eftir. Fyrirgeðu hvað ég var að segja. Alltaf leið og vítum alveg, sko. Hlustandi verið að vita það. Leið og verið að drífast eitthvað, svo kemur lag þá er bara, sorry að það. Hljópa á mig, sko. Þú ert reyndar, þú ert snöggur upp en þú ert snöggur niður, Steindi. Ég er ekki snöggur upp. Já, pínu. Nei, ég er rosalega, sko, ég er alveg ég er beinlína. Þú verður stundum reiður bara upp á þurru. Já, skrítan hlutum líka. Nei, ég er alls ekki. Já, pínu. Þú er bara verið að stríða þér. Þú ert ekki aðdáandi Hulk Hogan? Nei, bara alls ekki. Hann er að fella bodybuilder, ég verða að peppa hann aðeins. Ég minnst það óþolandi náðingi ef ég var hreinskilinn. Já, það er eitthvað bad vibes við hann, ég sammála því. Hann er sköllóttur með sítt hár, það er mjög það hefur ekkert með það að gera sér sköllóttur. Lítur líka þá svo vel út. Akkur gerir þú þetta ekki blöð? Akkur safnar ekki í svona munk og lætur hann vaksa og aflita það? Það sé ekki bara því að mér þykir vænt sjálf mig og fólki í kringum mig. En pælti því, að þú myndir safna í mottu, aflitana, safna í góða munk og aflitan. Já,
Og fara í helling af spraytanni. Þú værið góður. Íslenski Hulk Hogan. Bara góður sko. Þetta hendi ennord. Þú varst að segja hann verið viðbjóður og ymmingi og ég þá að vera íslenski hann. Bara svona góð útgáfa á honum. Hressandi. Svo það Chris Brown, hann í endalösu vesinni, hann mætir aldrei fyrir rétt. Hann í, custody battle, að berjast að fá að vera með krakkanum sínum. Það var svolítið skrítið að mæti ekki. Já, mjög lélegt, en hann var vist að segja núna nýjasta var að hann kemst ekki í réttarsalinn því að annað en bassmóðurinn og þá sé hann með vinnu. Það nú ekki eins og hann sé í 9-5 að móka skurðið samt, sko, hann ætti nú að geta mætt þarna í réttarsalinn fjandinn hafa. Hann skeitar. Já, ég reyndar nú ekki verið tím Chris Brown eftir hann réðst hann í hönnu. Aumingi í mínum bókum. Við erum í tímir í hönnu. Já, sjálfsög. Skeitar að missa hana. Já. Og talandi í hönnu að þá var hún líka að halda stærsta partí sem haldur hefur verið í New York í langan tíma. Það vist eitthvað New York Fashion Week og hún tók bara The Block Party. Þetta var bara yfir alla götuna þetta partí og þar mættu allir frægu vinninar, Kim og Kanye og Joe Jonas. Joe Jonas? Hver það? Þetta voru Jonas bróðis heldur. Hvað hann að gera það? Ég veit ekki. Pharrell og The Weeknd og allir mættir. Ég væri, ef ég mætti velja eina mannsku til að partíja með þá hugsa ég að hún sé komin í fyrsta set á mínu lista. Rihanna? Já. Ég var nú eins og alltaf með þessa spurningu eftir nýjum blöð, eitthvað 3 á djammi. Já. Hver var í eftir setja þér núna í að party hard með einhverjum? Það líklega Matthew McConaughey. Ég það vel, ég verður að Af hverju Matthew McConaughey? Verður að Hún fyrir þetta svo sætur. Sér hann skemmtilega hreim og hann alltaf hlæjandi, alltaf hress og... Hvernig heldur að venjulegt djam hjá þér og Matthew McConaughey væri? Hvað myndir þið byrja? Hendi ykkur á austur? Segjum hann væri á Íslandi og þú átt að sjá hann. Ég fyrir með bát. Ok, þú átt að sjá hann á Íslandi og það laugardagskvöld, hann kominn, þú átt að gæta honum borgina og hvernig væri ykkar djam? Og byrjar, þú hittar hann í hádeginu. Í hádeginu? Já. Allir í paintball eða? Allir í keilu? Nei, við byrjum að fara bara út að borða félagarnir, keilmarkaðinn. Já. Já, ég hátt smatt. Þetta ringi ég símtul og redda sér snekkju þarna sem kostar ykkur 100 skall klukkutíminn eða 200 skall klukkutíminn. Hann borgar það, hann drullar peningum, mér skýt sama. Legjum hana ykkur að svona... Gaman að vera á snekkju eins og núna í regningunni og viðbánum. Það alltaf betra veður ef hann var hérna. Já, sólskinni eldi með því með kannan. Við myndum alltaf borga fyrir veðurvélina sem Jakob Fríman með, sem búið að vera að nota mikið á menninganótt og Secret Solstice. Ég myndi bara ringi að Kolbar og segja ég og Matthew McConaughey að koma á Austurgötu og græða flöskuborð. Hann myndi læna upp vantalega besta borðinu og okkur félagana á. Hann myndi segja flöskuborð á Austur. Hvað byrjuðu það? Þetta geggjað jam sem þú ert búin að læna upp með því McConaughey. Ég hissa að hann kem ekki. Hér eftir smá stund hvort myndur við frekar. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands kynnir hjólum í skólan fyrir framhaldsskólanemendur dagana 9. til 20. og 2. september. Skráðu til leiks og þú getur unnið glæsilegt trekk-reiðhjól að verðmæti 100.000 krónur frá reiðhjólaversluninni Erninum. Einnig áttu möguleika á að næla þér í aukavinninga með því að taka mynd af þér á hjóli á leið í skólan og hashtagga á Instagram hjólum í skólan og be active. Kynntu þér málið á hjólumiskólan.is. FM 957 og Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. Hið sanna kemur í ljós á morgun laugardag milli klukkan 12 og 16 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. Við kynnum nýjan Auris Hybrid, endurskapaðan og enn glæsilegri, enn liprari, enn hljóðlátari og enn skemmtilegri í akstri. Þetta lyginni líkast. Komdu, sjáðu og reynsluaktu á morgun Toyota. Wow, Boli og Doritos kynna Reykjavík Comedy Festival 2015 frá 23. október í Hörpu, Háskólabíói og Þjóðleikhúskjallara. 3 staðir, 4 dagar, 7 sýningar, 30 grínistar. Ekki missa grínveislu aldarinnar. Miðasala hafin á tix.is. Sena. Orkulíkillinn ekki einhæfur, heldur fjölhæfur. Hann veitir afslátt hjá Orkunni, Shell, afsláttarþrep, þína stöð, afmælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt hjá 1011 og yfir 20 öðrum samstarfsaðilum. Sérmerktur lykill. Það alltaf gott að sjá heildarmyndina. Já, eða hlusta á heildarmyndina í þessu tilviki. Orkan. Kíktu við á Ríó Sportbar Hverfisgötu 46. Vertu cool í pool, pílu eða horfðu á boltan. Hvort sem solo, duo eða tríó, þá alltaf pláss fyrir þig á Ríó. Ríó Sportbar og Carlsberg. Léttöl. Höfðabílar. Vantar allar gerðir af bílum á skrá. Hafðu samband og við seljum bílinn þinn. Höfðabílar, Fossálsi 27.
Sími 577-4747. Ef þú skrifar skilaboð undir stýri, lítur þú að veginum í alltaf 5 sekúndur. Á 70 km hraða keyrir þú því blindandi meir en 100 metra meðan þú skrifar. Sjóvá. Samtum kynir Knock Knock. Sálfræði thriller af bestu gerð. Með Keanu Reeves í aðalhlutverki. I wanna play hide and seek. Knock Knock. Komin í bíó. Michael Kors, Daniel Wellington, Armani, Hugo Boss, Mikkelsen úrsmiður, Kringlunni, Laugavegi og mikkelsen.is. Fríhafnardagar í snyrtivörudeild Hagkaups til mánudags. Hagkaup. Skólakort. Aðeins 5.940 á mánuði. World Class. Við erum með þér alla leið. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö og frítt far í bæinn. Elsku vinnir, þeir að hlusta á FM 95 Blö. Hér á FM 957, það Steindi June, Egil Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudegi. Það Oktoberfest í kvöld, það verður allt vitlaust og já, það bara nóg að gerast. Það beðruð ríkið og það að koma sól. Það bara helgi og flott eitt. Já. Enn og aftur, komin helgi. Ég vil líka minna það fólk á það sem býr út á landi að talentið verður á Akureyri á morgun og Egilsstöðum á sunnudaginn. Þannig að ef þið eru með einhvern hæfileika og viljið taka þátt, endilega kikið á það. Akureyri á morgun og Egilsstaðir á sunnudaginn. Að gera að mæta og vera með. En það komið að kortmynduru frekar hér í FM 95 Blö. Yes. Og já, það liður sem sem að gaman. Gengur það, ég spyrir drengina hvort þau myndi frekar gera hitt eða þetta. Ég var alltaf svo kvíðinn fyrir þessum dagsfólið. Þangað til þú komst með giftast sofa hjá drepa. Já, því finnst hann og nefnari. Nú hann orðið miklu erfið. Nú finnst mér hann vera hrikalega óþægilegur. Þannig að því finnst þessi bara léttu núna. Já, svona miðað við hinn, já. Hjöppi, hann var hérna fyrir síðasta föstudag Egil. Já, glæsilegt. Já, stóð sem svo heitja og skemmtilegur. Þá fórum við mitt í sofa hjá drepa og hann fór beint í að drepa og var nánast bara eins og hann var spenntur fyrir því. Þetta svolítið eins og með ykkur og kópáðunum. Maður þarf að útiloka eitt strax. Já, hann bara byrjaði strax á því. Ég færi með hann upp í sveit, staðfest og bara eins og hann hlakkaði til að segja það. Þetta var ekki erfitt fyrir hann. Þú veist, yfirleitt byrjaði mann og svona, ok, ég myndi giftast þessum og allir myndi ekki leggja það á mig og sofa ég á þessum og því miður senda þennan upp í sveit. En þú og Hjöppi, þeir eru ógeðslega snöggir að drepa ykkur. Já, mér finnst best að drepa eitt strax og 2 eftir. Þú viljum að hvernig giftast honum með slaka. Já, þú vilt bara taka plásturinn af strax. Já, akkurat. En það kortmyndur frekar á undan, við fyrir mig hitt og eftir. Og já, fyrsta spurning. Kortmyndur frekar vilja fá dans- og sönghæfileikan hans Justin Timberlake fyrir allt sem eigið. Þið þurftu að borga aðleguna. Já. Þið þurftu að selja íbúðina og bara að selja bílinn og allt sem eigið inn á banka færi í það eða hafa bara allt eins og það í dag. Ég endar að selja bílinn í þessum töluðu. Okay. Þú getur alltaf að setja hann upp í þetta rugl. En þið eru ekki öryggir náttúrulega, sko, þú færið hæfileikarnars Justin en svo þarfst þú bara að koma þér sjálfur á framfæri og... Já, ég minn ef þú ert með hæfileikarnas Justin. Ertu þá öruggur að menga? Já, ég held það. Er ekki smá munur ef að Steindi Junior er að dansa og syngja þarna á bumbunni eða Alls ekki, það er svo létt. Hann tekur sér 30 kíló. Tekur ekki með 30 kíló? Slaka á, ég hef takað með svona 3-4. Hvað er þetta? 30 kíló? Já, þú veist bara að ná. Hvað á ég að vera? 50 kíló? Hann er hræðilegur að 50 kíló? Hvernig myndi ég vera 50 kíló? Herru, ég hlust ekki á þetta, ég tækja með 2 kíló. 2 kíló? Já, það er nóg, það er nóg, stakar. Já, sko, já, ég held það. Ég myndi byrja því að ráða mér stílista og ég myndi rýbranda mig gjössanlega. Ég verður bara til að sjá því í dag. Ég myndi vera með einhvers konar mjög sexy hanakamp væntalega, einhvers svona, ekki hanakamp pönkarakamp, heldur einhvers konar Beckham var með á sínum. Já, ég myndi örgulega fara í Beckham kampinn 2003 Beckham. Já, mjög flott. Og sko, ég með hæfilegan, ég get dansað brjálaðslega vel, ég get sungið brjálaðslega vel. Leikið líka. Leikið að sjálfsögðu og alveg geislallur. Sko, þú farið ekki útlitið hans, þú ert ennþá þú. Nei, og þú talaði líka eins og ættum bara 100 milljónir á banka. Maður er ekkert að forna, sko, þetta er ekkert rosalega forna. En þú selur íbúðina og máttu eiga kassið það? Nei, það fer allt, þú ert að selja íbúðina, þú basically ferð á götur eins og þessi gauðar er að gera. Þetta gefur allt svo átt. Já, þú
Þú fer bara með uppáhaldsbólin og uppáhaldsnærbuxunar í bónusbóka út. Þetta bara eins og allir þessi Hollywood-leikara sem að þeir eru búin að búa í bílnum sínum og eitthvað svona kjaftaði og eins og ég held að Joey úr Friends átti $10 þar hann var ráðinn í Friends. Þannig ég er basically að setja ykkur í sömu aðstöðu. Já, sko, strákar, ég held að þið getu ekki þraukað í bíl í 2-3 daga. Ekki 2-3 daga. Jú. Það? Já, blessaðust. Ég segi aftur í bara gamni mínu. Ég ætla að svara þessu, ég ætla að vippa þessu yfir til senda, ég segi nei þessu því miður. Þú segir nei, þú vilt ekki fá söng og ég nenni ekki að henda henda öllu kassinu og steindi á líka 5 ár á okkur sko. Ég tók upp að það er frábær dansari það er ekki danshæfileikan hans kannast þér að dansinn, hann bjargar með þér vel hinga til. Þú segir já, steindi, ég segir nei. Ég segi já, ég er maður sénsa. Ok, hvað myndir þið gera, kæru hlustendur, það er svo spurningin, svo er það næsta. Hvort myndið frekar raka ykkur sköllótta? Ég vil hitt. Ég vil hitt. Já, auðvitað. Þú ætlar ekkert að raka sköllótta. Leifum að klára fólking spurninguna umgíðum. Fýtt blertum þetta. Kannski bara vera eftir í amstættum. Ég verð samt að vera sammála, við veljum báður hitt. Ói, hvað eru leiðin? Þú þarft ekki að klára. Ég þarf ekki að heyra hvað kemur, ég vil hitt. Þú veist ekki eins og hvað kemur? Það er náttúrulega svo ógeðslegt að raka sig sköllóttan. Ég var bara að tala um það, maður vaks aftur, sko. Við erum helviti líklega svona vel hitt. Ég tek hitt. Þetta er næstu leiðindi sem ég fengi í svo leik. Ég er bara hvað er það hitt? Kottu með það. Ég fekk ekki að klára. Já, fyrir mig. Ég tek hitt. Já, ég skal hægt að vera svona leiðilegur maður. Mér finnst mjög líklegt að ég taki hitt, en ég ætla að hugsa berðið undir okkur. Já, sko, með að við ætla að taka hitt sama hvað það er, þá veit ég að það taki aldrei núna. Nú er það ekki engin skellur, eða? Já, svona, ég held að verða nú bara ekkert að því að raka sér sköllóttan, en hérna... Það er náttúrulega skellur, jú. Hvort myndið þið raka ykkur sköllóttan, eða setja inn status á Facebook, þar sem þú ert að peppa konuna sem var að fella flóttamenn og börn. Nú til að hatast á konun internetum í dag, þið mættu ekki, það myndi allir haldið vera að meina, og þið ert að setja inn bara, þetta er gott á þess að flóttamenn, hvað eru menn að tuða þó, við myndum peppaskrimsli, alltaf. Já, ég heyrði það. Það var alveg sama hvað átt að koma. Já, eitt status sem tekur nokkar sekundur. Já, svo bara sköllótt. Nei, svo náttúrulega það fyrir alla fjölmiðla og allt hérna á Íslandi og þeir setja svona inn. Þú þarft að standa með þessum status. Já, það er sem ég að segja. Og þú mátt aldrei bakka út í, þú bara styður þessa konu sem var að fella flóttann. Það er að raka sér sköllóttan og hárið komið eftir þetta er enda alveg ömulur option, sko. Ef þú setur inn Facebook status núna, mikið var þessi pía, sniðu og skemmtilega sparki flóttamenn og hrinda krökkum. Ég held með henni. Svo þurfti að setja líka hverjum er ekki samið með þessa flóttamenn, svona án gríns. Þetta vera þannig status, ógeðslegur. Og þetta fer þetta beint inn á diva og svona. Þannig að þú myndir freka taka það á þig. Heldur hún að rakka sköllóttan? Nei, ertu að spyrja mig? Já, ég myndi taka það á mig. Ég myndi bjóða með Facebook statusinn. Ég hugsa það, já. Vá, ég ætla aldrei aftur að hafa rakka sköllóttan. Hvort myndi ég taka? Góð spurning. Svo er það síðasta. Þessi er góð, ég ætla að henda þessu beint í andlitið á ykkur núna. Ef að konan ykkar myndi skilja við ykkur og við báðum konu og barn, hvort myndi þið freka vilja, myndi byrja með mér eða Hjöppa K? Þessi er svolítið erfið. Förum aðeins segja við núna kost og galla. Ég veit bara svar. Já, það ég veit ekki, Hjöppi, hann er alltaf svolítið vesen á Hjöppa, eða ekki? Já, samt, þú veist, hann er hann ég meina hann er á Swan því að maður þyrfti náttúrulega að hugsa vanur þar, sko maður þyrfti náttúrulega að hugsa, maður vill náttúrulega líka að því að maður myndi þykja ennþá væntum hann að fattaru þannig að maður myndi vilja að hún væri í góðum höndum ég veit ekki, er Hjöpallir sem hann er séður? Hvað? Treystur hann mikið heima með gríslingnum? Ég veit ekki, ég veit að Öddi er bandgóður, ég veit það. Já, nema Öddi þarf að hafa daskar á mán, þriðið, miðið, fimt, först og hann hefur Ég hugsa að Öddi myndi slugsa svolítið og vera að sinna barninu mínu lítið. Nei. En þegar hann sinnir í quality time. Þegar hann sinni barninu, þegar en það væri margt Ég ala Ronju upp bara like my own það er bara hann engar áhyggjur af því já, ég veit ekki, þú er kannski verður hann að geta holt og svona þú væri örugglega þunnur og það væri vesen á þér já, hún er nú vön því það væri svona það verður með pappa þunnan heima það væri kaupstæð hún er bara ekkert kannast við annað ég svar já, þetta er bara mjög erfitt þetta er mjög óþægileg spurning Egil, hvort það gerum hún er sika konan og barnið Sko, þú ert alltaf erlendis, þú ert aldrei heima, þannig ég vel viðvörun, ég vel Hjörvar. Þú velur Hjörvar, Steindi? Sko, ég held að sé alltaf mikið vesen. Þetta er úti 20-30 sinum ári. Já, ég held að sé ómikið vesen að þú ert ómiklu flakki. Ég hugsa þyrst að velja Hjörvar aflega.
þá segir henni bara, what do you mean? Ég spyr bara svo Justin Bieber, what do you mean? Ég átt að sleppa þessari spurningu. Nei, ég hef átt að sleppa spurningunum myndir rakkaði sköllóttan, því það var alveg sama hvað það voru í boði þegar það frekart ekki hitt. You're so indecisive what I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Bestu mögulegu hljóð og myndgæði sem völ á þegar þú horfir á enska boltan í beinni. Enski barinn við Austurvöll. Taco sem dansar tango við bragðlaukana. Serrano. Fresh, happy, Max. Hjólum í skólan fyrir framhaldsskólanemendur 9. til 22. september. Skráning og nánari upplýsingar inn á hjólumiskólan.is. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. 5 ára afmæli íslenska rockbarsins helgina. Framkoma While My City Burns, Rafmagnað, Glowride, Diamond Thunder og Alcemia. Nánar á íslenska rockbarnum á Facebook. Nýja Valencia haustlínan komin. Nýjir spennandi litir. Hagkaup. Það nægur tími. Smáralind opin til klukkan 7 í kvöld. Vertu velkomin. Smáralind. Góða skemmtun. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Túborg Classic á 250 krónur. Í dag milli 14.30 og 15.30 og 20.30 og 21.30. Danska kráin. Enski barinn staðurinn fyrir þá sem setja kröfur á hljóð og myndgæði þegar enski boltinn annars vegar. Úlpurnar eru komnar í Jack & Jones, Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Með sportpakkanum færðu allt besta íþróttaefni í heimi á einum stað. Enski boltinn. Meistaradeild Evrópu, Pepsi-deildin, Dominos-deildin, Meistaradeildin í handbolta, Spænski boltinn, Evrópudeildin, NBA, Ítalski boltinn, UFIS. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og hann mættur í stúdíu við hann Peter Johan. Yeah, this is Peter Johan. Já, komið þið sæl, komdu sæl Auðun Blöndal. Já, sæl og blessaður, hvernig hefur það? Ég bara fanta fínn. Það ekki? Fittlandi fínn eins og Steindi myndi orða. Hvað Steindi? Hann bara stökkið næst fram. Já, það ánægilegt á honum. En já, nú klukkan, hún 20 mínútur í 3. 20 mínútur í 3, já. Við erum ekki beinni útsendingu núna. Nei. Það föstudagur. Ok. Og já, við ætlum að taka nýjan karakter sem að, já, ringir allt og seint. En hann náttúrulega ekkert að ringja seint núna. Já, það skal tekið fram að fyrir þá hlustendur sem eru að hlusta, sem eru vantilega mjög margir, að þetta hann í sérstöku uppáhaldi hjá Udda Blöð þessi. Já, mjög alveg. Hann alltaf að pressa á mig að gera það. Já. Og ég bara leir í höndunum á honum. Og hérna verið að auglýsa kerru til sölu. Já. Okay. Og ég meina að það ekkert að því að ringja ef að kerra til sölu, þá ekkert að því að ringja bara klukkan 20 mínútur í 3. Nei. En okkar maður, hann fer á bömmur ef hann ringja seint. Geðu hvað klukkan orðið mikið maður. Þetta svolítið. Er þetta tilbúin? Já, ég alltaf tilbúin. Reynum við það. Já, halló Elín. Já, góðan daginn, ég sá hann á auglýsingu kerra til sölu. Já. Ertu búin að selja þessa kerru eða? Nei, heyrðu, ég að sjá hvað klukkan mann. Fyrir ekki hvað ég ringi seint. Nei, þetta bara í heimahúsi. Bölvar, astni get ég verið þar. Nei. Ringja fyrir ekki þetta maður. Ég bara gerði mig ekki greið fyrir hvað klukkan maður. Býtu, hvað klukkan? Klukkan, hún bara hann að ganga 3, ég bara einhvern veginn fattaði ekki hvað klukka ára margt. Já, nei, það alltaf leið. Bara fyrirgefðu þetta maður, viltu að ég ringi seinna eða? Já, sko, ég nefnilega ekki heima, ég ekki með gögnin og með dótið sem það. Bölvar, astni sé ekki verið að ringja svona seint, sko, og fólk náttúrulega bara, þú veist, bara búið í vinnu og annað, sko. Hefur áhuga fyrir kerrunni? Já, ég bara byrst innilega ásökun á að ringja svona seint. Þú ert ekki að ringja seint, ég er búin að segja það 3 sinnum. Já, ég veit, ég ger mig ekki grein fyrir hvað klukkan var orðin, sko. En hérna, hvenær best að ég ringi? Hvað heitir þið? Magnús heiti ég. Magnús, já. Hvenær best fyrir þig að ég ringi, þannig að ég sé ekki að ringja svona seint? Ef
Þú ert ekki að hringja seint. Mér finnst bara svo leiðilegt að... Ekki að hringja seint. Mér finnst bara leiðilegt að hringja svona seint, sko, ég... Bara, fólk, hérna, þú veist, búið að ljúka vinnu og svona, sko. Ná, hvenær væri best fyrir það að ég myndi heyri þér, bara... Hvernig... Svona, kringum 5 leytið. 5 leytið? Núna, meinar á eftir? Já, þegar þú vilt. Er það ekki allt of seint? Sko, ég sagði að þetta í heimahúsi. Já, en 5, sko, það allt of seint fyrir mig, sko. Ok, sko. Það hringir bara morgun. Á morgun? Eða á mánudag? Já, hvenær, sko, það er alltaf lögadagur á morgun, sko, þannig að, er mánudagurinn í lagi? Já. Hvenær er best fyrir mig að hringja, bara þannig að ég sé ekki að hringja svona seint? Skiptir ekki máli, þú ert ekki að hringja seint. Hvenær er best þá? Bara þannig að ég sé með tíman alveg á hreinu. Bara einhver tíma. En getur þú bara sagt mér að þannig að ég sé ekki að trufla þig, sko? Þú ert aldrei að trufla mig. Ég er ekki akkurat heima akkurat núna. Ég skil þig, en þú veist, er best fyrir hádegi eða? Já. Á hvaða tíma? Þú veist þessi asni sem ég geti verið maður. Ég bara skil ekki í mér að hafa gert þetta, sko. Bara inn, já, bara byggðist inn eða afsökun á þessu. Ok, nei, hvenær er best á mánudaginn? Halló? Bara fyrir hádegi? Fyrir hádegi, já. Bara 10 eða? Já. Þú heldur örugglega að ég sé einhver asni, sko. Er það ekki? Nei, ég held ekki að setja asni fyrir að hringja. Því þú mátt alveg segja það, sko. Þú mátt alveg segja við mig ef þér finnst ég að vera asni, sko. Það er allt í lagi. Það er ekki til fyrsta skipti sem ég heyri það. Þú ert ekki... Heyrðu, allt í lagi. Hringdu bara í mig svona 10 leyti á mánudag. Finnst þér í asni? Ok, skal. Nei, mér finnst þú ekki vera asni. Já, því að það er allt í lagi að þið finnst það. Það er allt í lagi, sko. Þú ert ekki að hlusta á það sem ég segi, þannig að sorry, ég byrja að heilsa, skal. Segðu bara að ég sé asni, það er allt í lagi. Halló? Já, þetta var... Þetta er, sko... Já, ég meina, hvað getur við sagt? Hún er alltaf að vera rugglaður. Ég veit það, maður, ég meina, ég er að ringja bara allt og seint, maður. Ég hef bara klukkan kortir í þeirri. Já. Hvað? Út á þetta gengur þetta bara, fyrir ekki hvað ég ringi seint. Okkur hef ég svona gaman að þessu. Ég skil það ekki, en þetta er FM 95 blöð með ykkur á þessum fanta fína föstudegi. Skulum vinda okkur í gæðamúsík. Ég held að þessi karriti hétti Bjarni. Hét hann Bjarni? Já, Magnússon er þessi graðið, ekki? Það er graðið, maður. Ég er búin að blanda þessu öllu saman, það skiptir engum máli. Þetta var, fyrir ekki hvað ringi seint. Í amerískum fötum, þambandi og glösum, standandi í röði, bankastræti, Ísland, þetta vera veistla, geisla, þeir búkan braf geisla, þann áður en þú veist að við neistlan, hætt að vera veistla. Já, elsku hlustendur, þeir að hlusta á FM 95 blöð, hér á FM 957, það er Steindi Jún, Auðun Blöndal og Egill Gils með ykkur á þessum glæsilega föstudegi. Þetta lag heitir Í næsta lífi með ostameistaranum Ágústi Bent. Já, mikill ostameistari. Já. Kallaði Gotti. Hann er kallaði Gotti. Hann er þannig mikill ostameistari. Nákvæmlega. Þetta er eitt besti rappar í Íslandi. Já, fyrirgæði. Margir góðir, en hann er hérna með þeim bestum. Sveimið þá. Akkurat, og hvað ætlum við núna að fara að bjóða hlustendum með? Við erum að fara í virtasta dagskrálið FM 95 blöð. Egil, hvað heitir hann? Það er spurningu hérna ekki að það? Nei, það er nýr dagskrálið. Því heldur myndi að segja stuðlagi. Stuðlagi, er það hættið þér? Nei, ég bara þýsting upp á því að fæ ég neikvæðni. Er það ekki, það er á ís? Báðum samtalsfélögunum. Er það ekki svolítið á ís? Sér, heyrðu bara hvernig Steindi lætur. Já, mér er svo skrítið, ég hef alltaf verið mjög opnum fyrir stuðlæðinu. Sko, þjóðin vill stuðlæði. Ef þú myndir henda í eitthvað annað en DJ Alligator, Balloon Song og Mosquito og svona drasl, ef þú myndir henda í eitthvað alvöru stuðlag, þá væri ég bara mjög opinn fyrir að hlusta á það. Það verður að viðurkennast, Egil, þú drafst þetta svolítið með Mosquito-læginu. Lag sem gekk út á það, bara eitthvað teknolag og það var Mosquito-hljóðið í. Já, þetta er listamaður. Hann var eins og hóteli og það var Mosquito að stríðunum. Samtilag var það. Mosquito að stríðunum á hóteli og hann ákvað að gera Mosquito-lag. Það er mjög skrítið. En virtasti dagskrálur FM 95 blöð er að sjálfsögðu Sturla staðreyndir, en það er búin að vera hérna öll árin. Já. Og þær eru 10 í dag eins og alltaf. Þetta er einu leiður sem hlustendur geta lært eitthvað. Já, þetta er svona eina sem er nákvæmlega, sem er eitthvað smá viti í þessu þætti. Nei, spurningkeppnin geta hlustendur lært eitthvað ykkur. Já, glæsilegt. Ég er út spennt yfir spurningkeppnin eftir. Hvað var aftur? King of the Romantics? Já, King of Romance. King of Romance, ok. Ég er enda svolítið spennt yfir því sjálfur. Já, hann getur verið fín kannski. Sko, Blöð var King of the Bedroom. En mög og romantík er ekki alveg það sama, sko. Langt í frá. Þess vegna held ég að Steindi getur komið ég held að komið sterkur inn. Já, ég held að líka. En hann var samt King of Partying. Það fyrir ítla saman og romantískur og partying. Ég get loðað þér í þetta. Þú vannst King of Partying. Það var ekki ég. Spurðu dómarann, setur liðnar. Var það ekki Öddi?
Vil að þú að tekið það? Alveg rétt. Það eru fyrsta sturlaða staðurinn dagsins. 37% fólks rugglast á þorsta og hungri. Og það er nefnilega oft sem að þú heldur að setja svangur, en þá ert í rauninni bara þyrstur. Skrítin tala, 37%. Já, þetta er eitthvað rannsóknir. Þá pantarðu pítsu og fitnar snarf hóði vasklas. Akkurat, þá þetta er bara hydration. Ég var alveg til eina meat and cheese nú. Þetta er eitthvað sem að þú mætti skoða. Ég er nú ekki sammála að gera með naðan og þú verður að taka þig 30 kíló stindi. Nei. En stundum þegar þú heldur að setja svangur, tjekka það bara hvort sett þyrstur, fá þig vasklas eða eitthvað. Ég er aldrei heima hjá mér og fæ mér bara eitthvað að drekka. Hefur einhvern tímann labbað vaskinum, rent svona skrúa frá, sett glas undir og drukkið? Sko, ef ég er að deyja þorsta, sem er svolítið skrítið. Það farið sigur rautt kók? Nei, alls ekki. Pepsi Max. Nei, þá bara, sko, myndi ég bara skrúa, þá myndi ég bara setja andliti undir vaskin og fá mér sopa. Okay. Ég er ekkert að En prófa samt að tjekka þessu næst og líka hlustundur. Þið eru ekkert endilega svöng, kannski eru þið bara þyst. Tekkið það því. Góð regla. Svo er það hérna, þetta er nú, þess að tók ég fyrir þig, þið vissum að hafa gaman að þessu. Barack Obama, Bandaríkjaforseti, bekkjar yfir 100 kíló. Já, ég er ánægð með hann. Ég trúi þessu nú ekki, hann er svo grannur eitthvað maður. Já, samt samt sko, Rikki G auðvitað ekki yfir 100 kíló sko. Rikki G hefur ekki tekið neinn 100 kíló í bekk. Ég hef séð Rikka G. Það er líka svo stutt fyrir Rikka að fara með þau. Já, Rikki alltaf sko, hann er vaksin eins og búðingur með hendur. Þannig að mjög svo stuttar hendur, stöngið þarf að fara svona 3 cm niður. Ég held ég geti orðið hrikalegur í bekk ef ég myndi taka mánuð og dæla þess í mig. Rikki G tekur meiri þú í bekk, hvernig líður að heyra það? Nei, það er ekki sem. Taka mánuð og dælið en að bara fara í ræktina, verður það ekki hægt líka? Það myndi ég nú ekki. Steindi bara segja með 100 sinnum að leiðu ég fyrir ræktina, þá ætla ég að dæla vel í mig. Það er ógeðslegt og ólöglegt, Steinþór Hróar. Ég er ekkert að fara að keppa í einhverju bekkpressu sko. Nei, þannig að þú ferð bara út í apótek og kaupir þetta löglega. Nei, þú veist, ég er ekkert að fara að pikki eitthvað. Já, við pikki gilsaran. Herðu, þá næsta. Jákvæðar hugsanir hindra heilan oft í að taka góðar ákvarðanir. Og ég held að þetta, maður getur tengt þetta svolítið við djammi. Býttu að segja þetta aftur. Jákvæðar hugsanir hindra heilan í að taka góðar ákvarðanir. Þannig að þegar þú ert í rosalega góðu skapi, þá tekur oft þínar verstu ákvarðanir. Já, þegar maður er komin í einhvern gír, sko. Þessi klukkan er 6 og í bæ og átt að fara á Alibaba og heim. Steindi segir ef þú kíkja eftirparti og þú veist út að fara heim, en það er jákvæður, það er hress. Já, mér líst vel á. Þér finnst hugmyndin góð. Þegar þú ættir að bara hunskast á Alibaba og beint í leigubil heim. Alibaba? Það er minn staður. Það er alltaf að geta og nú fer heim. Hvað meinur? Ef þú ert búin að fara út á, ef þú ert út á lífinu? Endar alltaf á því að borða áður að fer heim. Býtu, maður spyrja ykkur eitthvað. Farið þið út á lífið og það kemur fyrir. Já, það kemur fyrir. Treystu mig, það kemur fyrir. Hjá ykkur. En farið þið svo samt bara, farið svo beint. Ég þarf ekki að borða eftir. Ég þarf bara heim og legg mig. Hvernig vaknið þú heila? Vaknið ekki hrikalegir? Nei. Bara, fæ mér 2 íbúfenn og Powerade og eins og nýr. Hvað er því að heyra þetta? Svo er það næsta. Google borgar mögum starfsmanna sinna hálf laun þeirra í 10 ár eftir dauða starfsmannsins. Fatið? Þannig segjum að, kona þín Steindi var að vinna í Google. Myndu deyja, þá myndu þú fá helmingir launum með næsta 10 árin. Ok. Þannig að það er hlúa vel að starfsmennu Google. Já. Þú ætlar að núna Google og sækja vinnu fyrir gömlu vantarlega, bara leiðu ekki frá heim. Já, algjörlega. Ég hugsa líka að Google sé skemmtileg vinnustæðar. Já, ég held að allir að peppa. Eitt sá skemmtilegasti. Já, ég hugsa að það sé gaman að það. Hvað heldur sé skemmtilegustu vinnustæðar á Íslandi? Á Íslandi? Já. CCP, væntanlega. Með þessi stemmingar? Einn af þeim, já. Plain Vanilla. Já, allt svona eitthvað tölvutengt, heldur það? Já, nei, það er bara svona... Tölvu og hressir það? Nei, bara þú veist, það er mikið, það er hugsað vel menn og það er mjög gaman. Það er nú gaman að vinna hér. Já, mjög gaman að vinna hérna. Systir mín að vinna á Símonum, það er alltaf einhver partí og voða fjör og... Já. Líka gaman eins og í sporthúsinu, þú veist, allir engaþólar er svo hressir, þeir hlæja allan sólarhringinn. Alltaf brosandi, skellir hlæja. Er þetta ekki bara númer 1, 2 og 3 að vera í kringu skemmtilegt fólk? Ég set á spurningamerki á sporthúsi það sem er skemmtilegast að vinna á landinu. Hvað meinar þú? Nei, ég segi svona, þetta ekki. Nei, ekki fara bara í næstu. Það er þetta mjög skemmtilegt fólk í sporthúsinu. Já, ég var það ekki. Og hressa engaþólar, það vantar bara borðtennisborðið, við ekki það? Það tekur konu 30 mínútur að fatta hvort hún sé til í langtíma samband eða ekki við viðkomandi. 30 mínútur? Já, þegar Sigrún var búin að tala við því í 30 mínútur, samkvæmt Sturlunni staðröndu, þá vissum hvort hún enda að hanga með þér eða ekki. Mér líst vel að hennar. Og þetta speglast ekki yfir á kallmannin? Nei, kallmenn eru lengur að hugsa þetta og velta þessu fyrir sér og ofhugsa hlutina. Eins og blöð ofhugsar. Já, það kemur fyrir. Það erum við næstum bara.
að trufla fólk sem lappar í svefni þannig að það vaknar getur valdið heilaskaða og algengt að sá sem vaknar mýi í sig og þetta vissi ég, vildi bara koma þessu framfærið þar sem ég lappa sjálfur í svefni. Og hefur það mýi í því svefni? Nei. En af hverju megstu þá ekki á mig eða á gólfið þegar ég vakti þannig að þú lappaði yfir til mínu í Náttúrulegbrygginu? En þú, í ameríska draumnum, þú er átt á því að þegar þú vakti mig með því öskra á mig, það geta valdið mér heilaskaða. Og svona með hvernig hagar þetta bara ekki gerst. En hver heldur að myndi ekki öskra á þig þið standi yfir einhverjum allsberum miðanótt? Það var öskra. Ég vaknaði. Þetta er maður bara, hvað það gera maður? Maður segir það, ósölu. Ég vaknaði og fyrsta sem ég sá, ég vaknaði, ég var sofnaði. Hvað betur að gera eiginlega verið sexvampi? Og þú stóðst ekkert eins og Forrest Gump, svona með eitthvað hóknar axlir og lítill liðir. Þú stóðst svona eins og eitthvað svona skógarasmaður, svona kassan úti, allsber, svona reiður, með svona reiðan svip. Hvað sé ég að gera? Það sem Egill átt að gera í þessari aðstöðu. Já, bara standu upp, auðu minn, þú ert mjög líklega að labba í svefni. Fólk sem að hlusta, takk nú eftir, þegar ég að segja bara, hei, góðu aftur upp í bara leggstu. Það er svona átt að gera. Þá leiðaði allsbjörn yfir rúmið þitt. Og dangli til hann að þér? Nei, bara svona beina mér í rúmi. En sko, hvað hefur gert ef þið, sko, þú ert að gangi í svefni þarna, á þessum mómenti, þegar þetta gerðist, þegar þið voru í ameríska draumnum. Labbar allsbjörn að mér. Já, hvað hefur gert ef þið Egill verið að glíma við eitthvað vesen líka og verið sexvampi? Þetta hefði bara getað enda illa hjá okkur félag í svefni. Sko, Egill er náttúrulega búin að íkja þessa sögu svo rosalega. Þið hefði getað hefði sex svo. Það er búin að íkja þetta svo, það er aldrei gæst. Bill Gates breytti bekknum sínum í skóla með því að hakka sinni í skólakjörið og var nánast eingöngu með stelpum í bekk. Ok, þetta er reyndar, þetta verður pottitt uppáhalds sturlaða starrandi mín í dag. Þessi er gengur. Bill Gates hakka sig inn í kerfið í skólanum sínum og setur sig í bekk með sætus og stelpunum. Þetta er mjög vel gert. Þetta er vel gert maður. En spáðu líka að vera með þessi völd að geta hakka sinni hvað sem er. Þegar hann var hérna á Íslandi daginn, þá vitið það að hann smakkaði ekki neitt. Nei, hann treysti ekki íslensku mat, hvað er það? Nei, hann var líka svo hrættur að vera búið að eitra fyrir sér. Hann er á nálum. Hann er orðinn geðveikur. Hann er á tauginni. Allir sem eiga nóg að kæs, verður á einhvern tímabúti geðveikir. Já, hvað þá ríkastur í heimi, þá ertu bara á tauginni eins og Steindi segir. Hann virkir ekki sens, hann fékk sér ekki pulsu, hann bara borðaði ekki neitt íslenskt. Vincent van Gogh skara sér eyrað fyrir stelpu. Ég vissi hann að skoraði sér eyrað og hafi verið klikkað, ég vissi ekki að það verið fyrir stelpu. Ég vissi þetta, hann sendi eyrað. Já. Og það var menn voru alltaf að tala það að hann væri búið með absint. Skotið hann sem sko fór með þig að þú vart að drekka alvöru absint og gefið það sko, ég veit ekki. Þú hefur drukkið það þannig ekki? Reyndar hef ég. Þú tala nú bara eins og að vera uppi á þessum tíma þetta með honum. Já, en hann allavega skara sér eyrað fyrir stelpu og sendinni. Mér finnst það fallegt. Já, það er svona kannski eina sem á eftir að prófa í þessu drasli. Svo er það hérna síðasta, samkvæmt könnun finnst fólki það orðið fullorðið þegar það er orðið 29 ára. Fólk vil meina að það sé talan. Þú ert orðin 29 ára, þá er orðin fullorðin. Ég hefði haldið að það væri 30 ára. Já, ég held það líka. Alveg bara ykkur 10-20 ár sem við félagarnir á 29 ára. Já, ég hefði giskað að vera 36. Ég held ég var á síðasta árinu sem úlingur. Hér eftir smá stund fáum við spurningakeppni Gilsarans. Við erum með íslenskt slúður. Pétur Jóhann með syndaxalið, stafaruglið og fleira. En fyrst auglýsingar. Sony Mobile kynni til leiks Sony M4 Aqua, einstakan vassvarinn Android-snjallsíma á ótrúlegu verði. Sími með alltaf 2 daga rafhlöðendingu og myndavél sem gerir allar myndir skemmtilegar. Láttu þetta eftir þér og náðu þér í eintak hjá öllum helstu söluaðilum. Sony Mobile. Hvar ætlar þú að sjá leikinn? Í litla sjónvarpinu einn með sjálfur. Blessaður skildu liðið eftir og komdu á sportbarinn í Keiluhöllinni Egilshöll. Það eru margir skjáir og risatjöld. Keiluhöllinni Egilshöll sportbar, þar sem íþróttamannslega vaxinn er afstætt hugtak. Doritos kynnir. This entire facility is designed to keep you safe. Völundarhúsið var aðeins upphafið. These people are not who they say they are. Sjáðu hvað gerist næst. The kids about to last one day out of the scorch. Come on! Maze Runner, The Scorch Trials. Komin í bíó. September tilboðin í 10.11 eru klár í skólan. Mars Classic á 99 krónur. Hámark á 199 krónur. Monster orkudrykkur á 299 krónur. Og lítið góðraun á aðeins 99 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Komdu í mat í IKEA. Vinsæli lambaskankin er komin á matsíður septembermánaðar. Eins og áður er hann á frábæru verði, aðeins 995 krónur. Ekki missa af honum. IKEA. Haustvörurnar eru komnar. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Ef þú skrifar skilaboð undir stýri,
lítur þú að veginum í alltaf 5 sekúndur. Á 70 km hraða keyrir þú því blindandi mestum 100 metra meðan þú skrifar. Sjóvá. Vissir þú að í 1 lítra af Flórídana grænum eru 218 grömm af spínati? Prófa hana græna. Flórídana. Lifðu vel. Apótekarinn býður 20% afslátt af Voltaren geli í dag. Afslátturinn gildir af 100 gramma og 150 gramma pakningum af Voltaren geli. Apótekarinn á lægra verði. Við erum alltaf í leiðinni. Sólbaðstofan Smart, Spönginni, sími 533 33 50. Handskornar franskar eru stolt okkar á Róthás. Herra Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það föstudagur, það 11. september, það Oktoberfest í kvöld og já, bara frábær helgi framöndan. Manchester United Liverpool á morgun og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Við verðum hérna til 6 í dag, ég, Steindi og Egill og já, Egill búinn að heimta það verði farið næst í hans dagskrárlið sem að heitir spurningakeppni Gilsarans. Það komið að þessu. Já, og það víst hvað, King of Romance, sagðurum. Já. Læsilegt. Og þetta bara svona, hvor ykkar romantískur. Já, bara romantískur. Það bara að fara að koma í ljós. Þetta ekki flóknarna það. Það reynda stundur svolítið steikta spurningar hér en það annar mál. En þetta öðruvísi í dag. Nú þetta bara svona basic, svona hefðbundið. Þannig séð. Þetta ekkert eitthvað weird. Ok. En byrjaðu að push the button. Við byrjum alltaf á því, ég bjóð til. Nei, við erum búin að semja við að trailin yrði ekki eftir. Ég tek sterakast. Ég fæ ekki til þér. Hvað verðum við ekki að taka, tökum allavega helmingina. Ég rústu ölluninni. Ok, fyrir mig. Svo hendur inn belju, nauti, sem ég rústar. reyndar hef séð Egil sterakasti og ég fæ sterakast. Það ekki fallegt. Fyrir milliveg, ég spila hann hálfan. Maður ekki, góð lending Egil. Það ekki nema 2 mínútur. Allir vinnir, já ekki nema 2 mínútur. Já, það alltaf mikið. Tökum 1 mínútur. 1.25 var fint hlær. Við spilum helmingin. I'm gonna ask you a question, and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! And I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Who will be the king? Who will be the king? Ask the question! Já, fyrir fólk sem heldur að það fara yfir í bílnum, þetta bara trailer og þetta trailer fyrir spurningakeppni eins aðsnalega það hljómar. Og þú ert líka farin að spyrja sjálfa þig að spyrja spurningu. Já, þetta bara svo vond. Ask me a question, segir það ekki? En byrju, þetta búið? Já, hann var kláraði standa, ég spilaði 20 ánum eins og ég lofaði. Hvað að gerast að díu núna? Hvað að gerast að díu núna? Það bara eins og eitthvað reyði í gangi áður ekki að kynna spurningakeppni. Þetta mjög, ég orðlaus yfir þessum trailer. Hann alveg hræðilegur. Af mörgum slæmum, þá þetta versti trailer. En byrjaðu því í blöð út af því að þetta King of Romance. Þú vilja hafa romantískan betta undir. Ég veit góðan. Já, ég ætla ekki að nota þennan staðlaga. Nú, hvað er það? Þannig að farðu á YouTube og skrifaðu Snow Patrol og með Brian Ecclepen. Settu það á. Með Brynjarni Már? Nei, Brynjarni Már, já. Sem heitir Brian Ecclepen. Ætlar að hafa það undir? Brynjarni Már Ecclepen ætlar að hafa það undir. Besti flutningur sem ég hef heyrt á þessu lagi. Það er komið hérna. Ég hef það bara látt undir þig ekki? Jó. Ok. Þannig að svona, því þetta er King of Romance. King Brynjarni Már? Já. Áttu að gera grína staðminnars? Nei, ég er ekki að hann stamar ekki. Hann stamar ekki. Það gera grína staðminnars. Og þú veist bara skrítið hvað langt sem við heyrðum í? Nei, þetta var bara alltaf þegar að vera að kynna hans sem DJ þegar ég var að jamma á Hverfisbarnum. Þá var alltaf að tala um Brynjar Már. Ég var ekki að gera grína því að hann stami. Legend sem við sem aður er. Ég er mikill aðdáandi. Þetta er ekki flókið. Ok. Þú ætluðu bara Ertu klárblöð? Ég ætla að reyna að vinna þetta. Ég ætla að reyna að vinna þessi keppni. En ekki gera eins og þú gerir stundum. Ekki ljúga til Ég hef aldrei verið að ljúga. Ég er ekki að ljúga. Bara verið heiðarlega. Já, algjörlega. Ok, nú fyrst spurningin. Manstu eftir fyrsta kossunum? Já. Já. Ég man eftir hún. Ég er ekki að ljúga því. Nei, þetta er svakast. Nei, ég man ekki eftir hún. Punktur á blöð. Strax. Skellur maður að missa strax af. Ok. Ég bara man ekki eftir hún. Minn var í Tölsa nefnilega sko. Ég man eftir. Í Tölsa? Bandaríkjum.
Sjóra Bara fáránlega heitan gæja Þú veist Fáránlega heitan gæja Já, því ég er náttúrulega verið í því bara Mér finnst þú líklegt að við ætti að giska það Já, þú manst ekki fara núna að reyna að vinna stíð Þetta er sér, þú er strax byrjað Ég er bara, nú er ég bara berið undir dómnefnd Ég er bara berið undir dómnefnd Ég vil fá að heyra þetta, hann þarf að heyra þetta Ég þarf að heyra, ég veit ekki Mér finnst líklegt að þetta hefði bara verið í ykkur svona, úlingamali eða barnaamali Og það hefði verið, við höfum verið fara út í ABC En þú manst ekki eftir því Og ég hef náð einhverju stelpu Eða öfugt Já, það er náttúrulega þú ert að ná henni bara Já, þú þurftur að ná manneskinu og svo segir hún Það var ekkert bara eitthvað kistu mig Nei, kannt ekki leikinn Þú þurftur að hlaupa eftir þú þurftur að ná stelpu eða hún átti að ná strák og segir A, B, C og þá segir hún A, B eða C og A er að kissa á Þú ert ekki að hlaupa Mosó bara Þetta er eitthvað úrlingaleikur Ég get ekki gefið punkt á það er bara 1-0 og nætt spurningu Trúur á ást við fyrstu sín? Já, ég held það Nú, ég held nefnilega, ég trú á ástu fyrst fyrir sín Það er punktur og stenda hana Já, ég meina það þarf alltaf að byrja þannig Ég meina þú sérði eitthvað að gull Já, en típist auðvitað að hefna sín og hinnu Sko, þú varst að fara að segja Það ekki, það hlýtur bara að vera þannig Það hlýtur ekkert að þannig Þú verður að trúa þig Já, ég fór að hugsa hvað þetta með leið, ég trúi þig Ok, hefur verið ástfangin við fyrstu sín Þú trúir á það Já, þú sett svo ósannfærandi, já Heyrðu það Ég verð að gefa hana punkt Já, þetta var spurningakeppni og hann sagði Ég fór bara að hugsa, ég á 2 fyrirhandi kæristur Bæði skiptin sem ég sá þær í sökurinn lagi í fyrsta sinn Þá var ég, jú, ég trúa það var 2-1 Hefur þú samið ljóð fyrir konu? Þetta er steg sem ég vil ekki Ef þú ætti að fara að segja já, þá þarf að segja ljóðið, sko, þú þarf að fara með það. Þú þarf að fara með það. Ég er samið texta. Ég hef ekki... Sem er ljóð, vantalega. Setur að... Ég spyr dómaran. Hvað í bíp varst að segja? Greið dömuna. Já, ástina með lífið og því fær engin breytt og eitthvað. Hvað er þetta að segja? Já, er það ljóðið þitt? Það er án þín, já. Það er náttúrulega... Það er lag. Já, þess að verið að spyrja. Ég er samið texta. Álfur ljóð, sko, bara með einhverju vers og sko, ég hef sungið Jú, ég hef gert það Ég hef sungið þinn á snældu Já, ég hef gert það, ég var mjög ungur Já, ok, fyrir Ég var 10 ára Hver var það heppin að fá ljóð frá blöðarunum? Stella Stella? Er hún á lífi í dag? Já, það er Ólafs stótt Ok, Stella Ólafs Gæti verið að hlusta Það er sko, þess að staðin núna er blöð að pakka þau saman, sko Hefur það sami ljóðu? Nei, ég hef sungið þinn á snældu Já, spurningin hefur sungið á snældu? Nei, hún var ekki þannig, ég var að skýta hann á mig Spurning nummer 4 Spurning nummer 4, hefur þú sendt konu blóm í vinnuna? Nei Nei og blöð Já, nei hérna líka Leiðu þér líka? Akkur að nei að þér Akkur sendi, myndið drepa það að senda Ég hef oft kipt Það er bara eitthvað sem átti að vera að gera reglulega Þú ert alltaf eitthvað út að skemmta á eitthvað Þetta er smá rómantískt Ég hef oft keift blóm og fært koni en ég hef ekki ég veit ekki eins og hvort Veistu hvað ég er að fatta, veitu hver myndi pakka þessari kennir saman? Hver? Svessi Já Hann var búin að rúmis upp Ég held að sem ég jáði öllu En strákar, ok, nú ætlum ég bara Það er flawless victory Ég er ekki svona viss hvort að kona mín myndi vera ána með það að fá okkur reysa blómund upp í vinnutísi Nei, hún myndi hringið, það er ekki lagi með þig, drengur Ég er með vinnufélag hérna sem er að Og hvað, ég sendi ykkur mann með kassakita líka og ég fara að taka lagið það líka En hefur þú hringt og panta romantískt lag á útvástuð fyrir konu sem átt skotin í? Svo hringt á FM í gamla daga eða eitthvað Já, hringt í Áskil Kolbens eitthvað Róldar romantískt eitthvað Ég held ekki Sko, ég gæti að hafa hringt einhvern tóman í Dr. Love og beðið um lag Dr. Love, Pál Óskar Það var með sína sögur hérna Já, fyrst þú segir að það er gert 100% Já, nei, ég er ekki 100% Ég verði að vera hryggil Ég held ég hafi samt einhvern tíma gert það því að ég var úlingur og skotin ykkur stelp Mér langar að ljúga, en nei, það er nei hjá mér Ég hef aldrei hringt En hefur þú og makiðinn Hvoran svo varst með á þenn tíma ákveðið eitthvað lag sem þið kölluðu lagið ykkar Já Nei, mér ákvaðum ekki, það var það Ok, en það var ekki ákveðið En það áttu lag samt Já Sko Það bara varð þannig Ég held að er ekki flestir í því Jú, sko, það er nefnilega svona Við erum ennþá að rífast hvaða lag það er Við erum alltaf að breyta Það er ekki ennþá lag Sko, jú, við eiginlega nokkur Ég ætti að fá 2-3 stigana Hvaða lag, nefndi eitt Nei, ég vil ekki nefna mitt Ég ætti ekki að gera það Ég bara get ekki gert það Ok, Þetta er mjög asnalegt Nokkur lög ég verð að gefa það Þetta er asnalegt En hefur þú sett romantískt lag á fónin rétt áður og nýtur ásta? Ég meina,
Þetta svo óþægilegt. Ég er ekki bara að fara að slæða þessu. Þetta er orðið ágætt. Þetta er ekki hálna. Já, hálna, þetta er búið að vera í 5 mínútum. Já, þetta er orðið allt og langt. Hvað er þetta, 40 spurningar á okkur? Maður hefur sett tónlist á, en ég veit ekki hvað þú ert að biðja Hversu konar tónlist þú ert að biðja Þetta er bara spurningum með 7, sko. Já, við höfum það bara 11. Já, við segjum bara, ég báðir já á þetta. Við báðir sér að það er að velja hús. Maður hefur ríkt að play. Hvað er staðan í þessu? Er einhver að tellja það? Er þið bara verið að gera lítið? Nei, það er... Hvað snýst þetta? Bara að gera lítið. Hvað er staðan í þessu? Maður situr hérna með Brian Ekkolpenn undir að syngja Snow Patrol og opna sig. Það er 5-4 fyrir blöð. Þetta er frekar spennandi. Já, þetta er spennandi. En ég hefur kveikt á kertum inn á baði og farið í romantist bað. Sett kertu svona eitthvað staðar á. Já. Það er punktur á báða. En sko þeir komur á óvart. Ég veit ekki henni samt að ég er ekki duglegur að kveika kertum. Ég er eldræddur. Nei, ég gera aldrei sjálfur. Ég læt að vera sko. Það beið mér neitt með bað. Ok. Beið mér neitt með bað? Þá færði ekkert stig. Já, ég læt ekki renni það sjálfur. En kveiktur á kertunum sjálfur eða eitthvað? Nei. Blöða bara. Ég held að bara hefur farið. Nei, hefur þú kveikt á kertum? Skýta. Þetta er dead tight, 5-5. 5-5. Það veist að ég er alveg bara dottin að það steindum að bara vinna þetta og við slöfum þessu. Nei, sko. Það er ekki bara komið það. Ég var alveg til að vinna þessa keppni. Ég var voðalega. Þetta er nokkar spurningar eftir þetta. Óbóðslega sem róða þetta ræða. Þetta er rosalega óþægilegt. Ég held að hlustendum líði líka illa. Það er ekki svo óþægilegt, minnst það ekki. Hefur þið farið í G-streng af elskuhuganum í rómantísku flippi? Í rómantísku flippi? Það er ekki til neitt sem heitir rómantískt flipp. Þetta er King of Romance. Já, það var þá gert í flippi. Ég var ekki að reyna að vera rómantískur. Þú spurður ekki, þetta var sama spurning og síðast þetta. Þetta er eitthvað blætið? Nei, ég er bara að velta þessu fyrir mér. Það er einhver flippi, það farið einhver fattaskap fyrir steindi. Mér finnst mjög líkildið að einhvern tímann hent mér í þveng í einhver flippi, sko. En ég veit það ekki, ég er svona ríkalert óþægilegt. Ég segi samt ég á hana. Ok, það er 6-6. Er Valentínusdagurinn uppáhaldsdagur þinn á árinu? Nei, langt frá því. Mjög langt, það er afmælisdagurinn. Áttu playlist á Spotify bara með rómantísku lögum sem myndu þá til dæmis heita Cozy Steindi eða Cozy Blöð? Þú veist að ég á það. Sko, Ötti hefur verið eitthvað rosalega lítið vísur og meir á sunnudagsmóti þegar hann samti Cozy Blöð playlista. Mástu hvað vantar að koma inn á Facebooki mitt? Auðvitað Blöndal has added to his Cozy Blöð. Það var þetta búið til playlista sem heitir Cozy Blöð. Ég bara bjóta til heimi, ég vissi ekki allir myndi sjá það. Það átti bara að vera róleg og góð lög. Skammast mér ekkert verið það. Akkur heita það ekki bara Cozy lög? Ég fatt það ekki. Hinn listin heitir Partyblöð, sko. Ég veit 2. Það eru blöð að taka. Já, ég fekk ekki stegana. Nei. Ok, þetta er að búið. Hvað er það? Hefur verið það ástfangin að þú skrifað ástabréf? Já. Það er alltaf að vita allir að skrifa ástaflið. Ég hef gert það. Alltaf segir núna, þetta er bara þetta spurningar sem veist að ég segja það. Svo fór hann að hossast á dínu svona 5 minútur senna. Sem er næsta spurning, hefur þú svona ástamörg við dínu? En byttu. Þetta komið út í bara flippja honum á mig. Ég hef samt, ég var samt, þegar ég var í gaggó, úlengar og svona, nei þá var maður að skrifa á miða. Það er punktur. Og það voru miða sem voru látið ganga inn í og sem maður geymdi í penna, veski. Ástabrif, það er bara hannig. Og síðan spurningin, hefur þú sendt konur sem er hrifin af limynd? Nei, það er ekki gert. Þetta er... Er þetta jafntefli? Nei, þetta er... Hvernig getur blöð að tekja þetta? Þetta er jafntefli? Því hefur stundu ástamörgu dínu, þú er ekki gert það. Það er spurning. Var það spurning? FM 957 og skráðu þig þar sem getur átt möguleika á að vinna þér hádegisverð á Brooklyn Bar fyrir alltaf 8 manns. Alla miðvikudaga mun Pétur Valmundar hringja í heppinn hlustanda og bjóða í alvöru hádegisverðarveislu. FM 957 í samstarfi við Brooklyn Bar, Austurstræti 3. Sportbar á að hafa sál og hjarta. Þangað kemur venjulegt fólk og deilir ástríðu og tilfinningum. Hættu þessu, Jóhannes. Sportbarinn í Keiluhöllin í Egilshöll hefur 3 risatjöld og 10 sjónvarpsskjáa. Hættu þessu, Jóhannes. Öll sætin eru bestu sætin. Pantaðu borð í síma. Hættu þessu, Jóhannes. Í síma 511 5300. Getur
Ætliru hætt þessu, Jóhannes. Sjáðu leikinn sem skiptir þig máli með fólki eins og þér. Keiluhöllin Egilshöll Sportbar, þar sem fólk deilir ástríðu. Hættu þessu, Jóhannes. Coca-Cola kynnir nýjustu spennumynd Luc Besson. Transporter, Refuel. Your clients have stolen from me. That's not my problem. It is now. Hinn stórhættulegi Frank Martin á nú í stríði við rússnesku mafíu. Seatbelts now. Hörkumynd frá þeim sömu og færð okkur Taken. Transporter, Refuel. It's time for revenge. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Akureyri. Orkulykillinn einfaldur í notkun en margfaldur í afsláttarkjörum. Hann veitir afslátt hjá Orkunni, Shell, afsláttarþrep, þína stöð, afmælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt hjá 1011 og yfir 20 öðrum samstarfsæðilum. Sérmerktur lykill. Magna að þetta komist allt fyrir í einum litlum orkulykli. Orkan. Are you ready? Pantaðu pizzuna þína núna á pizzan.is. Skólakort. Aðeins 5.940 á mánuði. World Class. Við erum með þér alla leið. Danska kráin með stóran klassík á 250 krónur. Milli 14.30 og 15.30 og aftur milli 20.30 og 21.30. Alla vikuna. Sjáumst á klassíkvikunni á dönsku kráni. Það opið í Hagkaup allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæi, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Þér heitt? Ertu þyrstur? Það alltaf frí áfylling á Gosi á American Style. American Style. Vorum að taka upp nýja sendingu og fullt af flottum úlpum fyrir haustið. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Vissir þú að í 1 lítra af Flórídana grænum eru 218 grömm af spínati? Prófaðu hana græna. Flórídana. Lifðu vel. Vaknar annar hvorri sinnum helgina eða báðir eða hvorugur. Tippaðu á Manchester United Liverpool. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Ferskur krónukjúklingur. Krónan fyrst og fremst ódýr. Svo miklu meira en bara meðlæti. Reykjavík Chips, Vitastígur 10. Keiluhöllin Egilshöll. Færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. Gæti ekki orða þetta betur. Keiluhöllin, býður ykkur upp á FM 95 blöð hér á FM 957 og Keiluhöllin, það nú ekki bara Keila spilu þar þessa dagana en þeir eru konið með flottasta sportpub landsins. Aha. Og hveti fólk til að kíkja til tók leikar daginn og það var Gucci. Já, og ef fólk vil kíkja á Manchester United Liverpool á morgun þá held ég að þeir séu með eitthvað 50 skjái. Að gera að tjekka á því. En Steindi, það er komið að íslensku slúðri. Það er komið að brakandi fersku íslensku slúðri og enn og aftur eru stelpunar að sleppa. Já. Það er bara eins og íslensk kvenfólk sé einhvern veginn að haga sér betur. Það hljóti einhvern tíma að skýta. Já, það hefur dottinn. Það hefur dottinn. Þú varst með hún var bæði Salka hefur dottið inn í þær þegar hann var eitthvað. Já, Jóhanna Guðrún og Leiló og Unnur Eggerts og jú, það var marga stelpur dottið inn af og til. En í augnablikinu eru bara kallmenn að drulla á sig. Já, þegar það kemur af íslenskum selöpum í gæsalöpum. En það er góður slúðumóli. Þú mátt setja smá bett undir. Já, hann er það. Höfum smá svona betta. Brian Ecklepen bettan. Ég var nú alveg til að fá Brian undir slúðri. Já, hann fekk alveg góðar 7-8 mínútur á. Kannski aðeins var mikið á honum í dag. En fyrsti móli, og þeir eru kláristaka, það er engin annar en Jói Ásbjörns. Mikið meistari. Já, það þekkja allir Jóa vel úr 70 mínútum og þú veist, og hamborgarafabrikunni og allt þetta. Veit allir hvað Jói er í 70 mínútum? Toppmaður. Já, toppmaður. Það er enginn sem er hlusta núna sem veit ekki hvað Jói er. Nei, nákvæmlega. En hann og Simmi, þeir eru alltaf að bralla eitthvað. Þú veist, þeir eru alltaf að plotta, þeir eru alltaf að snáðast eitthvað. Þið veit, þeir eru svona miklir, þetta eru businesskallar. Miklir businessmenn og núna í vikunni þá var einhvers konar svona businessfundur og sem þeir félag voru búin að rigga upp á Vox. Þannig að það var þetta flottu businessfundur. Það var hérna svona dönnu stemning, allir feskir, það voru mættir hérna svona businesskallar sko, þú veist, í dýrum, jakkafötum og svo var Skúli Subway. Hann var líka mættur hérna. Og þetta var verið að plotta eitthvað rosa mikið, það var mikið hlegið og það var einhverju komnir hérna í kláravín og jagerstaup
og það var verið að fá sér brauðtertu og þið viti hvernig svona fancy fundir eru. Nei, ég hef ekki heyrt fancy fundar sem menn eru að fá sér brauðtertu og jagermaster en já, svona, jú, menn fari í jagerinn á fundum, það ekki? Það gott fyrir magan. Já, okay. Og svo taka þér eftir því að Jói er með svona litla kabintösku svona, þú veist svona eins og þú mátt fara með inn í flugvél bara svona litla kabintösku og svona flugfreyðutösku svona flugfreyðutösku og það er það er ekki allir sem vita þannig að Jói er alltaf með svona kabintösku með sér og er bara sama hvert að fer sem nú ekki frá sögferðandi nema hvað, Jói skreppur á klósetti á meðum fundi og tekur töskuna með sér og þú veist, það var enginn að spá neitt í því, fatti og svo stuttu setna þá fyrir skúla og söpvi á klósetti og eldir hann og ég er að fá þetta slúðustrákar, þetta er bara einstir hingur þetta er góða vinnur okkar og hann kemur að Jóa og þá situr hann að miður gólfinu inn á klósetti á Vox og er að kúka í kopp hvað kjaftaði maður hann kúki kopp þetta er alltaf verða steiktar og steiktar bara eins og barnakopp bara fyrir fullorinn þetta var bara svona grænt koppur með froski á svona bara eins og krakkarkúk bara fyrir eðlilegt fyrir raskandi fullorinn manni Skúli ætlaði ekki að trúa þessu hann satt bara á miður gólfi flott klósett allt í marmara og svo stendur hann bara upp girðir uppi sig skóla koppin undir vaskinum og setur aftur hann í koppin í kabintöskuna og lappar út og Skúli alltaf bara trúir ekki sínum eigin augum og þannig bara miður businessfundi en þú veist að en hann er mist alltaf að þessu ég hef aldrei séð hann er að kúka í kopputum alltaf Reykjavík og er alltaf bara með dragandi eftir sér svona kabintösku þetta er stór skríti þetta er stór skríti og skólar hann sem bara í næsta vask já, bara þetta er svolítið hendur náttúrulega en þetta er stórsfurðulegt fullorðið maður en það er ekkert en skeinir hann sér líka nei, hann bara getur upp í sig jésus, það er enda mjög steikt og bara skeir þetta með koppin og rétt svo skólar á koppin bara næsta slúður ég er samt svona búin að þekka Jóa lengi þetta er ákveðin skellur ég verð að segja þetta er skellur herru, það er Arnar Grant það er Arnar Grant mikill meistari hann er stattur í Flórida þessa dagana og svona langþráður draumur hjá honum er að synda með háköllunum sem hann gerði mitt í fyrradag sem endaði þannig að það var hákall sem býtur hann í síðuna og þvílíkt sár, opið sár yfir allan magan og þá mennir núna að tala um að það stór efast að hann gangi aftur bara út af sjúkrahúsinu hættu þessu nei, Steindi, það er alltaf einhver að deyja hjá þér og eitthvað og bara hættu þessu ég er að fá þetta að senda um já, næsta, nei, hörru ég er að fá þetta að senda ég ætlaði ekki að drepa það er bara að kötta á mig ég er að fá þetta að senda en hvernig laga þig? Býttu, má ég ekki klára þetta móla? Býttu grantar en er það búið? Já, það er bara að kötta á mann alltaf nei, bara ekki einhver sé að deyja í slúrun það er Hannes markmaður Hannes, það er þetta toppmaður líka það er toppnáingi, mikill meistari og þetta er slúður hérna, þetta kemur líkur einstarring en hann var í S-inu sínu eftir landsleikin gegn Kazakstan landsleik komið á EM og við hérna í FM 9 blöð við óskuðum innilega til hamingju eða ekki stráðar? Innilega til hamingju ég er að fæta Fraklands já, ekki spurning og það var þvílík stemning það var hendi tónleika og það var fullt af fólki að spila ég var með þess að skemmta annars strákar geðveik stemning, brjálu stemning og ég get vottað það og svo mæti landslið á Ingolstorg eftir leikin og það var allir í geðveikum gír og sérstaklega Hannes hann var búinn að þrýsta nokkur niður eftir leik hann byrjaði henni í klefa og hann var komin hann var komin með fleig og með hann inn á sér og það var bara dræði jager sem hann var að þamba slurka og hérna og svo fyrir landslið á B5 og ég veit ekki betur, varst þú ekki þar? Jó, ég sá Hannes bara ferskan já, þú varst þar, en þú fórst líka snemma þannig að þú veist ekki nákvæmlega hvernig þetta enda allt saman ég er komið með það hér en þá er búið að lofa öllum að staðinu væri opinn lengur en á slæginu eitt þá kom löggan og lokaði staðnum og hendu öllum út það vita að flestir, þetta var nú svona á öllum helstu frétta síðum landsins og hvað, gerði Hannes eitthvað af sig þá? Sem nú ekki frá sig ferðin nema hvað, þetta fyrir helvíti illa í nessan maður þetta gerir það, þetta fór illa í hann og Hannes var dýrvitlaus og byrjaði að öskra hann byrjaði að öskra fuck the police fuck the police að segja svona við lögguna og nýbúin að sjá hann og löggan var alltaf bara geðið frendli og bara sinna sinni skildu og svona var bara með, þú veist, enga stæla var bara að beða fólk um að fara og þá slær Hannes húuna hérna löggunni hey pig, I smell bacon
I smell bacon, straka finnið þetta. Finnið lyktina sér svínastek og svo hlóa svona. Hann fer svona sér, svona. Eins og einhver svona vondikall í einhverju bíómynd. Og heldur áfram að öskra. Hann að byrja að öskra, fuck the police og tekið húa lögg og sagði I smell bacon. Nei, jú, og sagði fuck the police áfram. Jú, hann að fá sér vel greinilega. Mjög vel og strákarnir í landsliðinu vissu náttúrulega ekkert hvernig átt að haga sér og sko, hann var orðinn ofurölvi. Við verðum að gefa hann það samt. Hann stali ykkur svona mikið finnflösku á barnum og var fann að sturtin í sig og hann vildi ekki hætta að tjúsa og var í geðveiku og sagði hann eftirpartíð með mér. Allir að koma í eftirpartí. Bara við allan staðinn? Já, hann með allir koma. Mér er drullu sama hverju koma, sagði hann. Hann með bara allir koma. Og svo hefði þetta eitthvað reiður á það. Já, og svo heima hjá Hannesi, þá var bara geðveik stemning og svona. Þá kemur einhver til hans, einhver strákur sem var bara í partíinu og segir, heyrðu Ívar, ég var að spá, má ég nokkuð hvað sagðirðu? Sagði hann. Hvað sagðirðu? Varst að kalla mig Ívar Guðmunds? Sagðirðu Ívar Guðmunds um mig? Varst að kalla mig Ívar Guðmunds? Brjálaður. Því að hann rugglaðist bara strákurinn og hann kýlir hann. Nei. Jú, hann kýlir strákinn. Þvílík steypa, þá komið ljós að þetta var litli frændi Hjöppa K sem var kýldur. Siggi K. Jú, þú veist hver það er. Já, þetta bara með Hannes var á því líkum bömmir daginn eftir og þetta var alveg þakka niður út af Hjöppa og þeir hittust daginn eftir á Rikka Tjani í Kringlunni og þar fekk Siggi K bara umslag undir borðið. Þetta var bara setla þannig. Bara fyrir að halda kjafti. Setla bara umslagi. Þetta verður svaðan kvöldi Hannesi. Fuck the police. I smell bacon. Ég er nú held yfir með Hannesi en ég. Hann er alltaf svo rólegur. Hann var á því líkum bömmir, við verðum að gefa hann það. Já, ég meina hann verður kannski vel líka þetta spennufallið eftir að vera komin á EM og svona. Já. Hann hefur farið í ópalstöpin sko. Já, svo var hann alltaf að öskra. Ég hélt í hreinu, sagði hann. Hvað er það að tala um marg? Já, það fór ekkert fram hjá mig, var svona öskra það og svona. Hann var bara orðinn ofuröfni, við höfum bara að gefa hann það. En hann er topp náðingi, mikill vinur minn. Það var bara leiðilegt að heyra þetta. Það ég lakka til að ræða þetta við hann. 5957, Auðun Blöndal heiti ég, beint á mundi með Situr Steindi Junior og við hliðina á honum er það núna Pétur Jóhann Sigfússon. Pétur Jóhann. Sá er maðurinn. That's the man, Pétur Jóhann. Jóhann is the man. Þú ert maðurinn, Pétur. Já, takk fyrir að finnst þér svona öllu kannar sletti, finnst þér þú vera maðurinn, Pétur? Mér líður hann, já. Sérstaklega þú ert að fara í þennan dagskrárlið. Alla daga líður mér eins og ég sé maðurinn. Hann vaknar og hann líður eins og hann sé maðurinn. Við erum að fara í dagskrárlið sem er miklu uppáldi á Steinda. Já. Ég veit ekki með hann. Við erum að fara í stafrófið, ekki? Já, stafaraglið. Ég verð að viðurkenna að ég get ekki beðið eftir að taka hann. Ég er búin að hugsa um þetta í allan dag. Á hringi Pétur hérna út í bæ og biður menn um að taka eitt staf af og setja annan í staðinn og spyr hvað þið fá þá. Já. Mér finnst þetta eins og kunnur ekki með það. Jú. Mér líður þannig. Akkur ert þú ekki að kaupa þetta? Ég er mjög spenntur. Hvert allar hringi í dag? Ég verð að fá bónstöð þar sem að menn er sem menn er að hvað? Að massa bíla. Nei. Jú. Jó, það er verið að... Ég veit strax hvað það fara að gera. Nei, þú veist það ekki. Ok, þú vilt bónstöð þar sem er verið að massa bíla. Já. Svo ætlar að taka eitt staf af og setja annan í staðinn. Ekki spoila. Ég ætla ekki að segja neitt. Herðu hérna, maður sjá. Bónstöðin hjá Joppa, hún er hérna í bænum. Skeifunni. Já, mjög gott. En það var nógu gott fyrir heldur, þessi ekki að massa. Mjög gott. Glæsilegt. Herðu, tjekkum á þessu hérna. Þetta... Já, ég veit ekkert hvað erum að fara út í. Hvað skilur Pétur vera með þetta? Ég er ekki vissum að ég geti bara framkvæmt þetta sín. Og það inn? Góðan dag. Takkið þið eitthvað að massa bíla? Já. Ok, það er flott. Hefurðu pælt í einu? Hæ? Hefurðu pælt í einu og tekur orðið massa bíl? Já. Og tekur bara emmið úr massa og setur R í staðin. Veistu hvað þú ert með þá? Nei. Þá er þetta rassabíl. Já. Hefurðu spáð í því? Nei, ekki gert. Hvernig líður þið með það? Mér bara líður ágætlega með það. Að rassabíl? Já. Hvernig gerir maður það? Ég veit það ekki. Nei, það er góð spurning. Þú er ekki pælt í því heldur? Nei. Og ertu búin að rassa eitthvað bíl í dag? Nei. Nei, ég segi svona. Já, ég líður nú betur að heyra þetta, ég veit af þessu. Jú, þetta er nú bara bjarga Bílarössun Joppa. Bjargaði helginni fyrir mig, sko. Kanski þetta bjargaði helginni? Já. Já, það er hérna, þess vegna sem ég er hérna, kallið mín. Já. Herri, ég vildi bara benda ykkur á þetta, sko. Já, var þetta eina erindið? Já, í rauninni, sko. Ég vildi bara benda ykkur á að, sko, ef þið gerir þetta, þá verður það að rassa bíl. Ég skil. Sem er skemmtilegt, sko. Já.
Og bílarössunum og svona, mér fannst það eitthvað skemmtilegt. Ég bara sá mig knúin að hringja og láta ykkur vita af þessu, sko. Já, þetta fyrir það. Ég hringdi á fleiri stöður og... Á, ekki að hringja, já, finnst þér það? Hringja á fleiri stöður og láta vita af þessu? Það mikið skynnslega að hringja eitthvað annað en hinga. Já, hringja í bílarössum.is maður, eða eitthvað svolítið. Já, til dæmis. Þetta rosalegt. Ég fæ ekki nóg af þessu. Takk fyrir að taka svona vel í þetta, maður. Já, ekkert mál. Góða helgi, kanni. Já, svo leiðis. Já, bara. Hvað? Undi, ekki grípum allir. Hvað viltu að gera? Þetta er æðislegt. Þetta er mjög gott. Þetta hefnaðist 100%. Þetta er bara Hann hafði engan húmor fyrir þessu, hann hélt að væri bara einn heima þegar þessu. Gauðin hafði engan húmor fyrir Svo þessu. fór hann bara beint að rassa bíl. Hann var bara, þetta er búið að bjarga helginni. Þetta er rassaður bíl. Hann hélt að væri bara fertugur heima þegar í þessu. Hvernig er hann að rassa bíl? Sem er nokkurn veginn það sem ég er. Hann er búin að vera Ég er rassa fertur. bíl. Þetta var slafaröglið. Þetta er mjög gott. Þetta er gamla. Undi, ekki láta svona. Þetta er samfélagsþjónusta. Þetta er besti liðurinn. Þetta var mjög gott, mjög gott. Þetta er uppáhaldsliðurinn minn. Nú vantar eitthvað gott lag til að toppa þetta. 2 fyrir 1 af ísköldum bjór með pítsun á föstudögum og frí máltíð fyrir börnin á sunnudögum. Við erum beint fyrir ofan Smáralind. Italiano, Hlíðarsmára 15, sími 55 12345. Strákarnir okkar stefna til Frakklands en potturinn okkar stefnir í 34 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Þú þarft að kíkja í Jack & Jones, fullbúð af flottum haustvörum, Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Þannig ekki bara 1 ár í röð, heldur 2, Kenneth Máni. Borgarleikhúsið. Danska Kráin og Túborg Classic kynna Klassik-vikuna dagana 7. til 13. september. 250 krónur fyrir stóran klassik milli 14.30 og 15.30 og svo aftur milli 20.30 og 21.30. Alla dagana. Danska Kráin. FIFA 16 er komin í Hagkaup. Hagkaup. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Kópar glitra innimáling á frábæru tilboðsverði í dag. Bíkó. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Spáðu í það hvað gæti gerst. 1x2 í tippum. Sestu við færibandið og veldu þann sem þér þykir bestur. osushi.is. Fullbúð af nýjum vörum. Curvy, fákafinni 9. Fyrir Curvy skvísur. Var frýtt far með rútu í bæinn helgar. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Á skalanum 1-10, sjálfur er ég 9,9. Þeirra hlusta á FM 95 Hér á FM 957. Við vorum að hlusta á lagið Gaia með Amma Badama, mikill átandi. Já, toppljónsinn þar á ferð og já, það er nú ekki mikið eftir í ákvörðum. Við erum nú samt eftir að fara í dagskráliðin. Vitið þið hvað við eftir að fara í? Já, við erum eftir að fara í mjög erfiðan dagskrálið sem heitir Sofa, giftast, drepa. Akkurat. Það eru 3 nöfn og drengin að segja. Þetta er alltaf challenge. Já, hverjum við myndum sofa hjá, hverjum við myndum giftast og hverjum við myndum, já, svona, hver færi upp í sveit. Akkurat. Við myndum torfi. Og já, ég er með 3 nöfn sem að, já, allir ætti að kannast við. Þetta eru allt fjölmiðlamenn. Já. Og þeir eru vinir þessi 3 hafa unnið saman mikið. Við erum að tala um Loga Bergmann, Sigmar Guðmunds eða Simma úr Kastljósinu sem er reynda að koma núna á Rástöðum og Gísla Martin. Ok. Þannig að ja, þið eru með Loga Bergmann. Þú ert ekki að gera þetta þægilegt í dag, maður. Simma úr Kastljósinu og Gísla Martin. Þið eru að giftast einum, sofa í einum og ja, drepið. Ok. Þetta er með því erfiðar og svo komið einhver til þetta. Já. Þið segja þetta með þetta alltaf. Þetta er með því erfiðar. En hvernig ætlið að takla þetta? Þetta er rosalega og það er... Ég kann vel við alla. Já. Draftóttmenn. Já, þekkið alla smá og kann vel við alla. Já. Sko. Ég drep Gísla Martin. Hann ætlar að fá mig til að hjóla út allt í staðan fyrir mig bara setja í bílinn minn, starta honum og fara upp í 100. Akkur byrjar alltaf á því að senda einhvern upp í sveit? Já, það er útilega gett strax. Já. Og líka kemur alltaf svo mikill hörku. Nei, Gísli Martin er topp maður en ég veit alltaf hverjum hjóla út allt, ég vil keyra. Ég veit hverjum ég ætla að giftast. Hverjum? Ég ætla að giftast Loga Bergmann. Wow, við erum konum með giftingu og við erum konum með, já, sveitina. En hvernig ætlaði að senda þetta sveit? Að því, sko, ég veit bara, ef ég fer yfir annan hóp, ég veit að Logi
virkilega skemmtilegu maður, eins og allir náttúrulega, en hann rosalega léttur, hann rífur flippan á einum þegar honum dettur í hug. Já, ég teki eftir þessum leik, þetta fer svolítið eftir hvað drekkur mest. Nei, ok, ég tek eftir það. Hann grípur í PlayStation, vissur það? Já, ég hugsa að þið gera allir. Við getum bara verið að snáðast og spila PlayStation og fá ykkur. Nei, ég segi svona, Logi, hann er mikil viska sem býr hann yfir, góða sögur. Þú ætlar að giftast Loga. Já, við ætlar að giftast Loga. Egil, þú ætlar að drepa Gísla Martin. Já, bara, þú veist, ég kann mjög vel við hann. Já. Sko, ég var að spá ég að sofa á Gísla Martinni. Ok. Við datta fyrir 60 hug. Hann er svona petit og hugulegur. Og hann breytti svo. Ég breytti drapan. Já. Þannig að nú er ég komin í Loga og Sigmar og málega Sigmar er Arsenal-maður. Ég nenni ekki að búa með Arsenal-manni. Þannig að þú ætlar að sofa hjá hann. Þannig ég renni henni inn í hann og hérna... Akkur orðar þetta? Hvað? Þú bara ætlar að sofa hjá hannum og síðast það, þannig að þú ætlar að giftast Loga. Já, þetta því að Logi heldur mig United alveg fyrir og ég heldur mig ná vel saman hjá Logi. Þið giftist báðir Loga, Steindi, hvað drefið þú? Sko, Gísli og Sigmar þetta eru toppmenn. Annar þarf að fara upp í sveit. Já, annar þarf að fara upp í sveit. Málið það sem er að gera, sko, útslagið hjá mér í rauninni bara er að Gísli er kvenlegri. Hann er með mjúka húð, rosalega mjúka húð, vel grúmaður. Hann er svolítið með svona Benjamin Button-veikina, hann er svona eldist aftur á bakk, hann lítur út eins og 22 ára strákur. Akkur segir ekki, þú ætlar að drepa Simma á kastlesinu? Hann lítur út eins og bara ungur myndalegur maður og já, veistu að ég held bara þetta er ógíslegt að höra spásum. Ætlar að drepa Sigmar í kastlesinu? Ég myndi sofa á Gísla Martinni, það er bara svo leys. Hvað ætlar að gera á Simma? Ég þyrfti að senda hann upp í sveit. Því miður, en eins mikið toppmenn og þetta eru. Þetta var næstu eins hjá okkur, en ekki alveg þegar þið ætli báður að giftast Loga. Ég held ég myndi bara ekki höndla Simma í rúminu. Nei, það komur stað sem er samanskupið að drepa Gísla Martin samt. Já, það þurfti einna fyrir upp í sveit. Ég byrði hann afsökunar. Hvað myndið þú gera þetta? Vertu bara hreinskilin. Bara sam á þig. Ég bara heyra hvernig þú skal senda upp í sveit. Ég tek bara sam á þig í þessu maður. Hvað, myndið þú að senda Gísla Martin upp í sveit? Nei, ég myndi henda Loga Bergman upp í sveit. Já, reyna að jafna þetta út. Meira að gera fyrir mig. Allir fattir upp í sveit. Hérna, það er eins og komið að lokum hjá okkur í dag. Við þurfum að hætta 10 mínútur fyrir því að það er haustfagnar stöð á 2. Já. Við þurfum að bruna beint þangað, hann er byrjaður og já, þetta 10 mínútur, það er gott lag hérna á leiðinni. Við getum ekki verið allstar. Nei, við þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag, minnum á Oktoberfest sem það er í kvöld og Jón Jónsson fyrir að sviða klukkan 8:30. Ég ætla að tilkynna það sérstaklega og svo eru milljónamæringarnir annað kvöld eða ekki? Og þeir eru milljónamæringarnir annað kvöld. Ég hitti Bókamil Fóltíðan fram að hann. Ég lofaði hann og ég myndi koma inn á þetta. Það eru svo mikli meistarar. Þeir eru Gamla Bíó annað kvöld. Gamla Bíó, milljónamæringar. Annað kvöld. Tekkið á því. Og svo erum við félagarnir náttúrulega í kvöld á Oktoberfest klukkan 11 á slaginu 11. Endilega tekkið á því líka. Svo á morgun er Manchester United Liverpool og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að það er stór helgi framöndan. Takk fyrir hlustunina í dag og við heyrumst næsta föstudag. Now usually I don't do this, but go ahead on break them off with a little previews of the week. Hið sanna kemur í ljós á morgun laugardag milli klukkan 12 og 16 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. Við kynnum nýjan Auris Hybrid, endurskapaðan og enn glæsilegri, enn liprari, enn hljóðlátari og enn skemmtilegri í akstri. Þetta er lyginni líkast. Komdu, sjáðu og reynsluaktu á morgun Toyota. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Ef þú veist ekki hvernig þessi leikir fara, hver veit það þá? 1x2 í tipp. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Jam hátalarar. Mest seldu Bluetooth hátalarar í Bandaríkjunum og Bretlandi. Fást í Elko. Amerikan Bar sýnir í beinni á 18 sjónvörpum og breiðtjöldum. NBA, NFL, hafnabolti, enski boltinn og fleira í bullandi hátíð. Kjúklingavængir og bjór á tilboði. Amerikan Bar, Austurstræti, nýi staðurinn þinn. Hjólum í skólan fyrir framhaldsskólanemendur 9. til 22. september. Taktu mynd á leið í skólan og settu á Instagram með hashtaginu hjólum í skólan og þú getur unnið 20.000 króna gjafakort frá Valitor. Kynntu þér málið á hjólumiskólan.is. Eitt svellkaldur á krana og eldbökuð baka. Ótrúlega gott saman. Íslenska flatbakan, Bæjarlind 2. Flatbakan.is. Vá, hvað þetta er gaman. Ég ætla sko aftur. Endilega komdu með. Pólsport, heilsurækt, Smiðjuvegi 72,
og polsport.is. Las, stefnir ekki á Bessastaði, en við gleðjumst í staðinn yfir því að potturinn stefnir í 34 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Herra Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi. Happy Hour frá 9 til 12. Allar helgar í sumar. Keiluhöllin og FM 95 Blö. Yeah, check this out, ladies and gentlemen listening. Let's go. 957 365 daga ársins, 24 klukkustundir á dag. Check it out. Þetta FM. F957 hér á föstudegjum 11. september í dag. Kristur teit ég og tekið við af 95 Blöm. Þeir voru þetta snillingar eins og alla aðra föstudaga. Hægt að sjá lögbrotinn og hlusta á þau inn á FM957.is og þetta vísi.is líka. Þannig að fyrir ykkur sem að mistu af einhverjum brotum úr þættin þá ætti ekki að nálgast við þar. En fullt af flottri tónlistir framöndan þetta föstudagur. Við keyrum þetta í gang og svo þetta partyvaktinn hér á eftir. Ef það er eitthvað sem að þú vilt heyra 511-0957. Tónlist FM 957. Darling, I'll turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down and crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hope this show, it can't go on.